Komið sæl og velkomin hingað í Trúbadórakeppnina. Ég ætla að vera kynni hérna í kvöld og fyrsti keppandinn tilbúinn, en hann frá Iðnskólanum í Hafnarfirði og þetta Jón Gautur Gautsson. Við skulum gefa honum gott klapp. Hvað segirðu gott í dag, Jón Gautur? Það er fínt, ég bara í vanlega fínt. Þetta já. Þú kemur úr Iðnskólanum í Hafnarfirði? Já. Hvað ertu að læra þar? Ég er að læra hárgreiðslum. Já, hommi. Nei, okkur, en þú, ert þú om? Nei, bara að grína. Heyrðu, segðu mér, hvenær byrjar þú að spila á gítar? Hvað er klukkan? 9, akkur? Já, það var svona 10 klukktímar. Og hvað, ertu bara búinn að spila síðan í morgun? Nei, ekki stanslust, ég tók mér náttúrulega pásu. Heyrðu, þú ert góður? Já, með hvað ég spila stutt, þá myndi ég segja það, já. Getur þú sagt okkur eitthvað um þetta lag sem ætlar að leika fyrir okkur? Þetta er lag sem fjallar um ástandið í þjóðfélaginu í dag og ég kalla það ástandið í þjóðfélaginu í dag. Já, það var bara vel til fundið. Jón Gautur Gautsson frá Iðnskólanum í Hafnarfirði með lagið Ástandið í þjóðfélaginu í dag. Gefum honum gott klapp. Ástandið í þjóðfélaginu í dag er það sem ég hef ort þetta lag. Ég hef ort þetta litla lag í dag ástandið í þjóðfélaginu í dag. Allir hafa það fellega skítt, en það nú reyndar ekkert nýtt. Íslendingar hafa alltaf haft það skítt þótt landið sé fagurt og frítt og líkandi leiðast út í dóp og spýtt. Sérstaklega Villi á Krókarhrauni 22 og Sími Hólmi 51827. Hann er alltaf að taka dóp og er orðinn gleyminn en við ætlum okkar að bæta heiminn. Þá er það algjör nauðsyn að skjóta Villa í hausinn. Villa á Krókarhrauni 22, Sími 51827. Bíddu, nú fyrirgeðu ég truflaði. Þú getur bara ekki sagt svona. Svona hvað? Þú ert alltaf persónulegur. Má maður ekki segja skoðunni sína í svona keppni? Jú. En er það einhver skoðun að finnast Villi á Krókarhrauni 22? Varstu ekki að hlusta? Villi á Krókarhrauni 22? Já, Villi á Krókarhrauni 22. Sími 51827. 51827. Það er að skjóta hann í haus? Það er nauðsyn, þetta er ekki maður, þetta er dýr. Samt ég verð að biðja að vera ekki svona persónuleg. Þú ekki bara að tekja eitthvað annað lag? Það verður miklu mildar og fallar, ég tek bara restina á þér. Það er ekkert meiri í þessu sem getur farið fyrir kostu fólki. Lofarðu því? Já, ég lofa því. Þetta með Villa var bara eitthvað sem ég verði hugsa. Ég ætlaði ekkert að taka það. Þetta verður fínt, það yngar áhugur. Allt var bara leið. Nú er þörf að við stöndum saman og gerum eitthvað í þessu. Því það er ekki svakalega gaman að lemja Villa á Krókarhrauni 22 í þessu. Halló, Hafnarfjörður, hvað var þetta? Lagið? Þú varst búinn að segja að það yrði ekkert neitt meira rætið. Nei, það verður ekkert meira rætið. Þú varst enda að hvetja fólk til að sameinast að berja þennan Villa í klessu. Já, þetta er padda. Þetta er lokaviðvörun. Ég dæmi þig úr keppninni þegar þú lagðir. Ok, ekki mál. Já, bara síðast. Já, nei, ekki mál, ok. Svona rít, sko, já. Letum á ef duga skal til að gera heiminn að betri stað. Ef við stöndum saman öll sem eitt, þá er það ekki neitt sem við getum ekki breytt. Söfnum saman í stóran hóp og látum heyrast okkar hóp. Tökum Villa saman og berjum hann í spað til að gera heiminn að fallegri stað. Svo hættu þessu Villa, kjaftaði þér. Hann sem heldur að sé svo sætur. Hættu. Förum svo heim, drefum Villa og... Láttu mig vera. Hvað hefur neina gert þér þessi Villi? Já, hann er ógeðslegur. Af hverju? Hann ætti með mig fyrir einhvern annan djöðni. Ég skal drauma, Villi, ef þú ert að hlusta, passaðu. Út með manninn. Þetta er fascistakeppni. Ég byrst velvíðingar á þessu, þetta var óvænt uppákoma, ég vissi ekkert að þessu. Og einhver býð ég vinn minn, Villa á Krókarhrauni 22 afsökunar á þessu. Ef þú ert að hlusta Villi minn, þá verð ég líklega dálítið seinna heim og verður bara ekkert að vaka eftir með Villi minn, elsku kallinn. Já, en þá er komið að næsta keppanda og hann...